Komið þið sæl. Ég vil bjóða okkur velkomin á 197. fund í sveitarstjórn Dalabyggðar sem haldinn sem fjarfundur. Þetta aukafundur og boðað til hans vegna sorphreinsunarútboðs og það eina málið sem á dagskrá fundarins. En byggðarráð fundaði síðasta fimmtudag og fór yfir útboð til sorphreinsunar. Og það voru 3 tilboð sem bárust og þau voru öll hærri en kostnaðaráætlun en byggðarráð samþykkti samhliða að fara tillögu ríkiskaupa. Kannski fæði Kristján til þess að rekja málið betur. Já, oddviti og góðu fundarmenn. Það voru opnuð tilboðin út af útboði af sorphirðu núna 18. september og það eins og kom frá hjá oddvita, það voru 3 tilboð sem að bárust og opnunarskýrsla kemur til með liggur frammi með fundargerð. Þetta voru tilboð frá Terra HF, Kubbi EHF og Íslenska Gámafélaginu EHF og Íslenska Gámafélagið átti lægsta tilboð sem var 228 milljónir tæpar. Kostnaðaráætlun sem við fengum aðstoð við að vinna var 109 milljónir sem náttúrulega aldrei langt frá. Erum hins vegar búin að fara, já, eitt sem ég vildi líka koma að til þegar að eins og kemur fram í opnunarskýrslunni að þá það ekki endanleg niðurstaða heldur á eftir að fara yfir útboðin og þegar búið að fara yfir boði frá Íslenska Gámafélaginu þá það heldur lægra eða tæpar 222 milljónir. Þessi upphæð fyrir allt verkið, þar að segja 5 ár og sama reyndar var með kostnaðaráætlunina. Þegar við hins vegar förum og metum hver raunkostnaður hjá okkur og berum það sem sama við þetta lægsta tilboð að þá þýðir þetta þar að segja og sorphirðan sjálf og kostnaður við hana, þá yrði hún rúmum 3 milljónum dýrari á ári heldur en útlagður kostnaður okkar í dag. Þá bara verið að tala kostnaðinn við hirðinguna sjálfa. Hins vegar þá ekki innifalið í því kaup á tunnum og það að koma upp og bæta aðstöðu upp á gámasvæði. Það eitthvað sem myndi vera hægt að færa sem fjárfestingu og það eru þá rétt 30 milljónir á þessum 5 árum líka en til að rugla þetta aðeins þá skiptast þær 30 milljónir á fyrstu 3 árin. Þannig að fyrstu 3 árin fjárfestingin, síðan þetta 5 ára samningur, þannig síðustu 2 árin síðan lægri kostnaður. Já, ég held í sjálfu sér hafi svo sem ekkert frekar þetta að segja annað heldur en að það tillaga, þessi tillaga frá ríkiskaupa var að það tekið hagstæðasta tilboði og þar að segja auðvitað með því fyrirvara að fjárhagur sveitarfélagsins myndi ráða við þetta og það sem að byggðarráð fór yfir var hver þessi raunhækkun á sorphirðu yrði annars vegar og síðan svo þessi fjárfestingakostnaður sem fellur á 3 ár. Takk fyrir þetta, Kristján. Einhverju fleiri sem vilja taka til máls?
Það biður enginn orðið en ég ætla ekki bara bæta við að bara takk fyrir þessa yfirferð og ég vil bara láta þess getið. Ég á nú sæti hérna í stjórn Sorpurðunar Vesturlands fyrir hönd Dalabyggðar og það eru gríðarlega miklar breytingar í farvatninu bara í úrgangsmálum og þetta þó að kostnaðar sé að hækka þá held ég að kostnaðar eða allt tengt úrgangsmálum hann á eftir að margfaldast á komandi árum. En vonandi verður það til þess að það sé hægt að nýta úrgang betur og endurvinna það sem hægt er að endurvinna og draga úr urðun á sorpi. Kristján, gjörðu svo vel. Já, takk. Það sem ég hefði kannski vilja bæta við einmitt þetta sem að oddviti var að nefna að sko, með þessum breytingum sem að við erum að fara inn í með miklu breyttu fyrirkomulagi, þá erum við að fara að vinna þetta samkvæmt þeim lögum og reglum sem að annaðhvort eru komnar eða eru alveg handan við hornið. Og það alveg rétt að sko, kostnaðurinn við þetta hann á bara eftir að aukast. Ég held að það sé allir sammála það sem að þessu koma. Síðan en það auðvitað, þetta ekki og ætti ekki bara að vera slæmt sko því að ef að það tekst með þessum breytingum sem að með aukinni flokkun og flokkun við heimilin að þá maður auðvitað að gera sér vonur það að urðun minnki. Og ef okkur tekst að minnka urðun, þá erum við líka að spara fjármuni sem að myndi þá breyta myndinni eitthvað, en það sjálfsög ekkert verið að gera ráð fyrir þeim sparnaði í þessum útreikningum núna. Takk fyrir þetta, Kristján. Eru einhverju fleiri sem vilja taka til máls? Þá hér bara tillaga að sveitarstjórn samþykki tillögu byggðarráðs eða gengið verið til samninga við Íslenska Gámafélagið varðandi sorphreinsun í Dalabyggð. Þeir sem eru samþykkir því skrifi hérna í spjallið. Það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá dagskrá fundarins tæmd og þarna næsti reglulegi fundur sveitarstjórnar fimmtudaginn 15. október næstkomandi og við munum núna yfirfara fundargerð og ég bið Kristján Inga að stoppa upptöku.